Það er alltaf riðlakeppnin fer fram í Kristianstad í Svíþjóð því að alltaf spila þar áður. Fyrir þá sem hafa, ef upplifað ekki þá stemmingu, getur einhvern veginn lýst því að spila á þessum velli því að þetta er náttúrulega ekki svona eins og við þekkjum á stórmótum, þetta er lítil höll. Já, þetta er ekki bara, þegar þú nefnir þeirra strax þá bara fer maður að brosa. Þetta er svona, það er ykkur orka þarna, það er ykkur svona gæðisræring, þetta er þétt höll og ég held að þjóðsöngurinn sé svona 12 sinnum hærra heldur en í höllin okkar sko. Þannig menn eru komnir til að skemmta sér. Við erum með mikið áhorfendur með okkur, þau sem erum ekki með okkur í liði eru líka með okkur í liði einhvern veginn. Þannig það er ákveðin gæðisræring og eitthvað sem bara forréttindi að fá að upplifa. Við erum gert nokkur sem áður að vera svona heima allir á útivelli. Þannig það er ákveðin fegurð og ég held líka að maður þurfi að læra að beisla það. Ég held að ég hef svona tekist ágætlega gegnum tíðina, en mín ástríða hún lifir þessum mómentum. Ég elska það bæði að vera með fólki mitt út allt, en líka bara að vera mótöllum, hvort sem það sé í Ungverjalandi, móti Ungverjalandi eða hvað sem það er. En við hjálpar okkur að vera með okkar fólk með okkur og tala ekki um að heyri tölum eins og 3.000 manns og sé fjölgandi. Það er eitthvað sem lætur mann æfa vel í lok desember og janúar til þess að geta gert eitthvað gagn. Er þetta mesta upplifun sem, eða svona mesta stemming sem þú hefur upplifað í landsleik það er í þessar höll svona kannski út frá stærð hennar? Já, líka út frá svona stuðning við okkur allavega. Þú fær alveg alls konar stemmingu og allir á móti fram 15 manns í Þjóðþýskalandi eða Ungverjalandi daginn. Hvernig sem það er svona þegar kemur að þessari íslensku geðvíkju sem látum þessari geðstæningu þá er þetta alveg pottið það sem það gerist í mikið starra og mikið skemmtilegra. Ég held að segja það bara allir sem hafa verið þarna, hafa prófað þetta. Og það er líka bara upplifið fyrir gaurina sem ekki prófað þetta. Þess held ég að sé gaman fyrir gaurina sem gott fyrir gaurina sem að upplifa þetta skipti að þetta verður alveg viðbrigði og mér brá fyrst persónulega að fyrstu þjóðstöngvar spilaðar í þessar höll. Nú verður örugglega viðbrigði líka fyrir Ítalana að fá okkur á föstudegi í fyrsta leik. Klárlega og líka bara það verður alveg leikur, þeir eru mjög skemmtilegir, þeir eru með geggjaða markmann, þeir eru að spila svona aggressíva vörn, þeir eru með þeir eru öðruvísi og það er ógeðslega mikið orki og þannig að þegar orka mætir orku þá er það líklega springi bara.